Velkomin í hádegismat í Valsárskóla á Svalbarðsströnd. Það getur haft ýmsa kosti í för með sér að vera fámennur skóli en hér er meistarakokkur að störfum sem útbýr matinn dag hvern. Það sem betra er að hádegismaturinn er ókeypis fyrir nemendur og starfsfólk í grunnskólanum og leikskólanum. Það eru þær María Sigurlaug og Aðalheiður sem standa vaktina í eldhúsinu. Skólastjórinn hefur sagt að það sé það mikilvægasta. Ef allir eru sattir og glaðir þá gengur allt vel sko. Síðan hef ég heyrt út undan mér að það sé frekar metnaðarfullt starf hérna, hvað varðar skólamat. Já. Ég segja mér aðeins frá því og með sleppa hóverðinni. Já, bara eins og ég er allavega matreiðslumeistari og legg alltaf á mörkum til að þetta sé mjög bragðgott og skemmtilega sett upp, bæði gott fyrir krakkana og fullorðna fólkið og svo það má náttúrulega líka hafa leikskólan í huga, þannig að það má ekki alltaf vera alveg eitthvað sem þau get ekki tuggið eða eitthvað, þannig að þetta er mjög blandað svona bara yfir mánuðin og svo er líka sérstaklega að það er ókeypis mötunettið, þannig að það engin foreldri eða nemandi þarf að borga fyrir að borða og ekki starfsmennin heldur, þannig að það er alveg frítt fæði hérna, já. Þú setur upp hérna matseðlina, hvernig? Já, bara býti matseðl og skilunum fyrir mánaðamót og það rúlar bara svona, það er ekkert eitthvað kerfi hjá mér, ég er bara svona mjög fjölbreytt og flott. Já, algjörlega. Í dag er svokallaður bekkjarmatur. Mikil spenna ríkir og uppáhald margra er á boðstólnum. Við rákumst á glorhungraða krakka á ganginum sem biðu spennt eftir því að klukkan yrði 11:30. Það er svoleiðis einu sinni í viku, er það ekki, að þið með ráða hvað er í matinn, það er ekki rétt sem er? Nei, einu sinni í mánuði? Já, það er bekkjamatur og þá fær hver stofa velja einn mat. Og í dag er bekkjamatur og 10. og 9. voru að velja tortillur. Ok, eru þið ánægð með þau að velja það? Já. Ok. Eru þið búin að ákveða hvað ykkur langar að velja þegar það kemur ykkur? Nei. Hvað er uppáhaldsmatur? Kjöt, ég veit það. Færðu einhvern tímann hangikjöt hérna í mötunni? Nei, en það er mjólkurgrautur, er mjög góður. Ok. En þér, hvað finnst þér best sem að fara í matinn? Örugglega tortilla eða, bara tortilla. Þessi bekkjamatur sem var til dæmis í dag, getur þið aðeins útskýrt fyrir mér hvað það er? Já, þá bara velur til dæmis 1. og 2. byrjaði og svo rúlar þetta bara 3. og 4. Og núna var 9. og 10. velja sér, þannig að þá byrjar þetta bara aftur upp á byrjun. Þeim finnst náttúrulega langt skemmtilegast eins og í dag var bekkjamatur, þá velja þessu kannski tortilla, pizza eða hamborgara eða eitthvað svona. En svona fullorðna fólkinu, því finnst svona skemmtilega eitthvað svona steik og bernes eða við höfum gert sushi og alls konar vitleysu, þannig að þetta getur verið bara allt sem fólk geta eftir hug. Aldrei hefur neitt verið slegið á borðinu. Nei, þið eru bara til í að prófa allt? Já. Já, allan daginn. Hvað er svona mest framandi matur sem þið haft í matinn hérna haldið? Það ætla sé ekki, er mest framandi. Pólskidagurinn. Já, við gennum pólskan dag, jólamat, þegar Pólverjar eru með 12 rétti, 12 rétti og það er allt grænmetisréttir og ég kannski var ekki alveg að lesa mig nógu mikið til áður en ég sagði einni pólskri sem var í leikskólanum ég ætla að hafa pólskan jólamat svo fór aðeins að renna á mig 2 grímur þegar ég fór að lesa þetta en þetta tókst alveg vel en við skulum alveg segja að það var ekkert borðað eins mikið á venjulega svona flestir sko. Já, íslensku bötin okkar voru ekkert alveg jafn hrifin sko. Nei, svona eitthvað súrkál og eitthvað alls konar sem kannski við erum ekkert alveg venn sko. Ok, en þið tóku ykkur bara til og græðið 12 gerðir af grænmetisfæði? Nei, við gerðum ekki alveg 12 en við vorum kannski með svona 5 rétti af því svona sem ég valdi eitthvað og svo eitthvað brauð með nokkra tegundir af brauði. Já. Vá, ok, vel gert. Og svo gerðum við jólahlaðborð fyrir nemendur og kennara svona jólakvöld svo alveg svona bara hlaðborð. Er það kostur að vera að vinna með svona minni skóla? Já, ég myndi segja það. Maður myndi aldrei eitthvað ná að gera eins mikið og maður næri að gera í 400-500 manna skóla held ég. Nei, þið myndi kannski ekki nenn að baka 3 mismunandi tegundir af pólsku brauði. Nei, kannski ekki. Já, ekki alltaf. Lendið aldrei í því að það verið að velja eitthvað svona furðulegt? Er alltaf bara verið að velja, þú veist, pizza? Þau eru búin að vera freka fyrir sjálflega með þetta, sko. Já, þau velja yfirleitt sko bara það sem að þeim finnst best. Já, en ég veit að það var einu sinni valdi leikskólinn allavega svona rif, sko, áður en ég byrjaði, svona, en þú veist, það var ekkert mál að gekk vist bara rosa vel, þannig að það hefur bara allt verið, sko. Já. Ok, haldið að það sé ekki sagt nei, sama hvað?
Núna fann alltaf allir að reyna eitthvað, sko, eða horfa. Já, Nú fara krakkarnir alveg að hugsa. já. Hvað kom fyrir augað á þér? Ég fekk olnbogaskot í augað á fótboltaæfingu. Var það þægilegt? Nei, Og hvernig er að búa á Svalbarðseyri? bara mjög skemmtilegt. Eru þið hérna í bænum eða búið út í sveit? Út í sveit. Já, en þið? Bæði út í sveit. Já, þið eru systkini, er það ekki rétt um mér? Jú. Ok. Eru þið þá hérna í rauninni búið á bóndabæ? Hálf eiginlega ekkert. Við höfum bara nokkri kindur sem, en já. Bara svona af því það eru svo skemmtilegar? Af okkar Langa að vera okkur áttu þar. Já, ok. Eru það ekki orðna gamlar? Sumar. Er skemmtilegt að vera í skólanum hérna? Já. Já. Hvað er best við það? Það er ekki rosa margir. Útifrímundur. Það er ekki rosalega margir í skólum. Það er ekki margir. Það er bara eitthvað. Það er bara fámennt og þá fáum við að gera miklu meira. Fara í ferðir og Já, bara svo er ekki svo margir í bekknum. Finnst ykkur það gott? já, mikill friður. Það er ekki mikil hætti. Samt ekki. Enginn að gefa þér olnbogaskot? Ert þú líka að æfa eitthvað? Já, ég er að æfa fótbolta. Já, þú ert líka að æfa fótbolta. Líka hjá Þór, eða? Já. Ok, og þeir eru vantarlega saman í flokki. Já. Varstu nokkuð þú sem að... Nei. Ok. Þú ert greinilega líka, eða hvað varstu... Ég æfi körfubolta. Ok, en varstu í íþróttum eða ertu bara alltaf í körfuboltafötum í skólan? Ég er í uppþróttum. Já, ok. Annars mjög töff, sko. Heyrðu, krakkar, bara takk fyrir spjallið og verðið ykkur á góðu. Takk fyrir.